Velkomin aftur eftir þetta stutta fundarhlé hérna. Við vorum í máli númer 8 til að G&N-lista þakklætisvott til leikskóla starfsmanna og nýs leikskóla. Og ég ætla að lesa eftirfarandi bókun upp til samþykktar varðandi þennan lið. Sveitarstjórn tekur undir þakkir til starfsmanna leikskólans sem muni hafa ötult starf á krefjandi tímum en hafnar tillögunni í samræmi við umræður á fundi. Þeir sem samþykkja þessa tillögu réttu upp hönd og hún samþykkt samhljóða. Þá það 9. dagskrárliður, það leikskólinn Örk, skóladagatal 2023-2024. Á 9. fundi fjölskyldunefndar verði erindi tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Fjölskyldunefnd samþykki samhljóða fyrir sitt leyti leikskóladagatal 2023-2024. Einhver sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég upp bara þeir sem samþykkja skóladagatal leikskólans Arkar 2023-2024 réttu upp hönd. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 10. liður, það skóladagatal Hvolsskóla 2023-2024. Á 9. fundi fjölskyldunefndar var erindi tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Fjölskyldunefnd samþykkir með 5 greiddum atkvæðum á BAFV, HGK, RB og LBL á móti 2 atkvæðum HO og ALS. Framlagt 170 daga skóladagatal veturinn 2023-2024. Þeir sem að samþykkja skóladagatal 2023-2024 réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 11. dagskrárliður fundarins að tillaga B-liðs afmælishátíð. Lögð fram tillaga fulltrúa B-lista að haldin verði afmælishátíð síðsumars í tilefni af 90 ára byggðarafmæli þéttbýlis Hvolsvallar. Viljið þið fylgja þessu eftir, Bjarki? Gjörðu svo vel. Takk, Oddvildi. Það sveitarstjórnarfulltrúar. Það bara að lesa upp tillöguna eins og hún kemur fram. Fulltrúar B-lista leggja til við sveitarstjórn að haldin verði afmælishátíð síðsumars í tilefni að 90 ára byggðarafmæli þéttbýlisins Hvolsvallar. Þéttbýli fór að myndast út frá Stórárskóli upp úr 1930. Þá fóru samgöngur að breytast og kaupfélagið opnaði útibú frá Hallgeirsey á Hvolsvelli, nánar tiltekið að Hvolsvegi 32. 2 árum eftir að útibú kaupfélagsins var opnað á Hvolsvelli var fyrsta íbúðarhúsið risið. Það var kaupfélagsstjórahúsið að Arnarhvoli. Arnarhvoll staðsettur þar sem að Hvolsvegur 30 í dag. Sama ár byggði bifreiðarstjóri kaupfélagsins lítið íbúðarhús og nefndi Litlahvol. Það hús var síðar flutt í Þórsmörk. Sama ár voru byggðar brýr á Þverá, Affall og Ála og þannig urðu allir flutningar Rangárvallasýslu auðveldari og var ákveðið að flytja höfuðstöð kaupfélagsins frá Hallgeirsey að Hvolsvelli. Í gegnum tíðina hefur verið miðað við að byggð hafi stofnast á Hvolsvelli árið 1933. Í því augnamiði teljum við fullt erindi til þess að halda upp á þessa merku tímamót með afmælishátíð. Undir þetta skrifa fulltrúar B-lista á fundinum Bjarki Oddsson, Rafn Bergsson og Sigurður Þór Þórhallsson. Takk fyrir Bjarki. Eru einhverjir hér sem að vilja tjá sig varðandi þetta? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Oddvildi. Takk fyrir fína tillögu. Það eru merkilega tímamót framöndan, 90 ára afmæli. Ég bara þetta ágætis tillaga og náttúrulega að gera að halda sögun okkar, halda henn á lífi, við vitum hverju við erum.
En hvort að þetta eigi að vera sem sagt sér afmælishátíð, við erum með okkar hátíð 17. júní, við erum með kjötsúpuhátíð og fleira og hérna ég er aðeins að velta fyrir mig hvort það var ekki hægt að koma þessu fyrir sem einhverjum viðburði til dæmis á kjötsúpuhátíð, einhver afmælisdagskrá eða sögu ganga Hvolsvöll í tilefni 90 ára afmælis, en mér finnst það í rauninni og bara, já, góð tillaga, en væri þetta ekki ráð bara vísa henni til markaðs- og menningarnefndar til útfærslu? Ég myndi leggja það til, takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Jú, eins og kemur fram í tillögunni þá hún ekki útfærð sem slík og það er nú kannski ástæði fyrir því að ég nú engin viðbragðshaldari og ætla ekki að fara að þykjast vera slíkur og myndi líklega ekki verða mikil fjörleg hátíð ef ég ætti að fara að skipuleggja hana. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott. Ég held að það sé bara það sem að innihald tillögunnar er svo sem bara það að við höldum upp á þetta, og ég held að það sé bara mjög gott að finna það einhvers staðar undir, hvort sem að það væri með kjötsúpuhátíð eða eitthvað annað, bara mjög gott, en þetta mætti vera þema einhvers staðar inn í einhverju hátíð eða hvernig sem það er, en að við gleymum ekki hver við erum og hvaðan við komum og ættum að halda upp á sem flest. Takk. Takk fyrir þetta, Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ég vil bara svo sem taka undir með þeim, Antoni Kára og Bjarka, varðandi þetta afmæli. Ég held að það fari bara vel á því að tvinna þetta saman við aðrar hátíðir sem eru og viðburðir sem eru á dagskrá hjá okkur í sumar. Þá er það eftirfarandi tillaga borin upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að vísa tillögunni til meðferðar hjá markaðs- og menningarnefnd. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 12. liður. Það er tillaga B-lista söfnun dýrahræja. Einhver sem fylgja þessu, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Þannig bara að byrja á að lesa tillöguna. Fulltrúar B-lista leggja til að hafi verið söfnun dýrahræja á vegum Sorpstöðvar Rangárvallasýslu. Við teljum þetta bestu leiðina til að tryggja að þessi úrgangsflokkur skili sér í viðurkenndan farveg. Þó urðun á Strönd sé ekki framtíðarlausn, þá er þetta gert þar undir eftirliti og er mikilvægt að tryggja að úrgangurinn berist þangað sem mestu móti. Þegar betri lausn verður komin þá er allavega söfnunarferlið klárt. Það eru þó nokkur sveitarfélög sem bjóða upp á þessa þjónustu sem væri hægt að horfa til við útfærslu söfnunarinnar. Og undir þetta skrifa Rafn Bergsson, Bjarki Oddsson, Sigurður Þórhallsson. En við erum í einu mesta landbúnaðarhéraði landsins. Mér finnst bara við eigum að hafa metnað til þess að hafa þessa hluti í sem allra bestu lagi hjá okkur. Og þetta er ekki nógu góð lagi. Kom fram hjá framkvæmdastjóra Sorpstöðvarinnar og íbúafundum að það eru rétt dýrahræ í litlum radíus í kringum Strönd sem skila sér þangað. Það kom líka fram hjá honum að þar er vaktaður urðunarstaður sem er tekinn yfir vatnsborðssýni og annað slíkt. Þannig að það er klárlega, eins og fram kemur í tillögunni, þó það sé ekki framtíðar eða draumalausnin, þá er hún skárri. Við erum svo heppin hér að vera sjálf með sorphirðuna á okkar og rekum þarna Sorpstöð Rangárvallasýslu. Höfum þar gott starfsfólk og tækjaforráð. Þannig að ég held að við séum í góðu tækifæri til að útfæra þessa þjónustu á hagstæðan hátt, þannig að allir njóti góðs af. Og eins og ég segi, þegar svo endanleg lausn kemur, hvort sem það verður brennsla eða hvað við gerum, að þá erum við allavega klár með þetta. Og eins hefur nú oft verið í umræðunni brennsluofn kvartað yfir því að það sé erfitt að nálgast upplýsingar hversu mikið magn ræðir. Ef við hefjum þessa söfnun þá eigum við mjög auðvelt með að safna mjög góðum og réttum upplýsingum hversu mikið magn ræðir. En takk fyrir, ekki verið bíli.
Takk fyrir þetta, Rapp. Ég bara tek undir þetta og sit nú í stjórn sorpstöðvarinnar og Rangárvallasýslu. Og þetta hefur nú oft komið til tals þar en ég held að þetta sé bara nákvæmlega rétta leiðin að byrja á því að koma þessu í gott ferli og horfa þá til þeirra sem eru nú þegar að þessu. Já, og svona bara ýta þessu áfram. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn vísar tillögum til afgreiðslu hjá stjórn sorpstöðvar Rangárvallasýslu þar sem það samþykkir rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 13. liður á dagskrá. Það er samþykkt staðvísa og önnur skilti í Rangárþingi eystra. Á 25. fundar skipulags- og umhverfisnefndar var málið tekið fyrir og eftirfarandi bókun samþykkt. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir drög að samþykktum staðvísa og önnur skilti í Rangárþingi eystra. Einhver sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ég held að þetta sé bara mjög þarft og skilti eru svo sem oft að finna góða en þau þurfa líka að vera rétt útfærð og á réttum stöðum og svo framvegis. Þannig að þetta er bara mjög gott framtak að koma þessu í svona fastmótaðan farveg. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki þá bara byrði þá að samþykkja sem vísa þessu til síðari umræðu í sveitarstjórn. Rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við bara áfram í skipulagsmálunum. 14. liður, það er aðalskipulag breyting Rauðuskriður L 164057. Hals Hólmi EHF óskar eftir heimild fyrir breytingu á aðalskipulagi fyrir Rauðuskriður L 164057 samhliða deiliskipulagsgerð. Aðalskipulagsbreytingin felur í sér að minnka frístundabyggð úr frístundabyggðina F21 úr 2,9 hekturum í 1,8. Rauðuskriður er samkvæmt gildandi aðalskipulagi sem L1 úrvals landbúnaðar. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og hún verði send til umsagnar hjá Skipulagsstofnun og annarra umsagnaraðila ásamt því að kynna hana fyrir almenningi samkvæmt 1. grein 30. grein skipulagslaga 123/2010. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 15. liður, það er deiliskipulag Rauðuskriður L 164057. Hals Hólmi EHF óskar eftir heimild til að fara í deiliskipulagsgerð fyrir Rauðuskriður L 164057. Tillagan er að minnka frístundabyggð F21 úr 2,9 hekturum í 1,8 og fækka lóðum úr 5 í 4 ásamt íbúðarlóð og lóðum fyrir allt að 25 gestahúsum. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd, samþykkt samhljóða. Liður 16 á dagskrá er deiliskipulag Snotruholt. Að ræða tillögu að deiliskipulagi á ca. 3,3 hektara svæði á landi Snotru L 163897. Gert er ráð fyrir allt að 5 gestahúsum til útleigu fyrir ferðamenn. Hvert hús er allt að 70 fermetrar stærð með mænishæð allt að 6 metrum frá botnplötu. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi 16. lið, ef svo er ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar.
Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, samþykkt samhljóða. 17. dagskrárliður, það er deiliskipulag Brú. Brú Guesthouse ehf. óskar eftir heimild til að fara í deiliskipulag að Brú L163848 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Hverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir heimild til deiliskipulagsgerðar samkvæmt meðfylgjandi tillögum. Enn fremur samþykkir sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélags í samræmi við 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 18. dagskrárliður fundarins, deiliskipulag Dímonarflöt 1-7. Guðjón Baldursson óskar eftir heimild til þess að deiliskipuleggja Dímonarflöt 1-7 sem frístundabyggð sem er 51,6 hektarar stærð samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Einhverju sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, ber ég eftirfarandi upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir heimild til deiliskipulagsgerðar samkvæmt meðfylgjandi tillögu. Enn fremur samþykkir sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi sveitarfélags í samræmi við 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, samþykkt samhljóða. 19. dagskrárliður, landskipti Múlakot 1. Múlakot 1, Fljótshlíð ehf. óskar eftir að stofna nýja lóð úr landi Múlakots 1. L164048. Í nýja spilda fær staðfangið Flugtún 5. Einhverju sem vilja tjá sig varðandi þennan dagskrárlið? Ef ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við landskiptin og staðfang hinna nýju spildu. Þeir sem samþykkja þessa bókun réttið upp hönd, hún er samþykkt samhljóða. 20. dagskrárliður, landskipti, óskipt land Skarðshlíðarbæjanna. Guðni Úlfar Ingólfsson óskar eftir landskiptum úr Drangshlíðardal L163652 úr óskiptu landi Skarðshlíðarbæjanna samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Stærð hinna nýju spildu er 1000 fermetrar og fær staðfangið Litlafit. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir landskiptin og nafnið á hinni nýju spildum. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 21, umsókn framkvæmdaleyfi, Tumastaðir skógrækt. Skógrækt ríkisins óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir ný skógrækt að Tumastöðum í Fljótshlíð L164072. Sótt leyfi fyrir 28 hektara skógræktarsvæði samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Er einhverju sem vilja tjá sig varðandi 21. lið fyrirgefið? Ef ekki, þá lesi ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að fresta umsókninni og vísar í 242 í aðalskipulagi sveitarfélagsins en þar kemur fram að skilgreina skal skógræktarsvæði í aðalskipulagi sé að ræða stærri ræktun en 3 hektara samfellt svæðis. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og frestar afgreiðslu málsins. Þeir sem samþykkja það réttið upp hönd og það er samþykkt samhljóða. 22. liður, umsókn framkvæmdaleyfi Fagrafell. Vegagerðin óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna efnistöku úr Fagrafelli sem er efnistök og efnislosunarsvæði E27 samkvæmt gildandi aðalskipulagi Rangárþings eystra. Sótt leyfi fyrir 4000 rúmmetrum af efni. Einhverju sem vilja tjá sig hér?
Ef ekki les ég eftirfarandi bókun samþykktar óska ég eftir því að sveitarstjórn greiði atkvæði að samþykkja umsókn og framkvæmdaleyfi. Þeir sem samþykkja umsókn og framkvæmdaleyfi rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá það 23. dagskrár umsögn vegna rekstrarleyfis Lambafell lóð 8. Sýslumaður Suðurlands óskar eftir umsókn vegna umsóknar frá Welcome Iceland EHF að Lambafelli lóð 8 F 219 1287 fyrir leyfi til rekstrar gististaðar í flokki 2D gistiskáli. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og frestar erindinu. Sveitarstjóra falið að lest aftur sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og frestar erindinu. Þeir sem samþykkja stað rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. 24 umsögn vegna rekstrarleyfis Miðskáli 2. Sýslumaður Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna umsóknar Guðmundar Tómassonar fyrir rekstrarleyfi fyrir gististaði í flokki 2C minna gistiheimili að Miðskála 2. Og einhverju sem vilja tjá sig varðandi þetta, ef ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsókn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það liður 25, það umsögn vegna rekstrarleyfis Borgarskálinn EHF. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna umsóknar frá Borgarskálinn EHF að Stóru Borg, lóð F 23 22209 fyrir leyfi til reksturs gististaðar í flokki 2H frístundahús. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp í samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsagnaraðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin í 27. lið. Það byggðaráð, fundargerð, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 230. og annars fundar byggðaráðs. Eitthvað í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Bjarki, gjörðu svo vel. Það gott viti, ég langaði að koma hér upp og þarna ræða örlítið fundargerð öldungaráðs. Það ekki annar fundur öldungaráðs sem var tekinn fyrir byggðaráði. Ég sá þar að heilsugæslan ætlar að fara af stað með heilsufarsmælingar á félögum, þá væntanlega félögum í félagi eldri borgara og þar tiltekið sérstök staðsetning sem menningarsalnum og ég reikna með að þessi menningarsalnum Hellu. Ég vildi bara ítreka og beina því til okkar fulltrúa í öldungaráði og okkar þarna fulltrúa sem geta beitt sér að eldri borgarar í þarna hérna í Ranghávík eystra fái jafn góðan aðgang að þessum heilsufarsmælingum hjá heilsugæslunni og við tryggjum það að þessi ekki vera að mismunað fólk geti búsetu í þeim efnum. Takk. Takk fyrir Bjarki. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þessa fundargerð byggðaráðs? Ef svo ekki þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar
í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta réttu upp hönd. Það samhljóða. Þá það 27. liður, fundargerð byggðarráðs lögð fram til umræðu og staðfestingar. Kannski áður en við tökum hann í heild sinni, þá var þarna einn liður 27.5. Þar sem við þurfum að taka sérstaklega fyrir. Þar hefur okkur láðst að tilnefna varamann. 27.5 tilnefning í starfshópi mat á fýsileika jarðgangna milli lands og eyjar. Þar tilnefni byggðarráð Anton Kára Halldórsson, sveitarstjóri sem fulltrúa Rangárþings eystra í starfshópinn og það samþykkt samhljóða. En okkur láðist að tilnefna varamann hans og því ber ég eftirfarandi tillögu eða bókun upp til samþykktar tillögu. Sveitarstjórn staðfestir sem bókun byggðarráðs og tilnefnir Þóru Björg Ragnarsdóttur sem varafulltrúa Rangárþings eystra í starfshópinn. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá förum við í rauninni fundargerðinni í heild sinni. Byggðarráð 233 lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 233. fundar byggðarráðs. Eitthvað þar inni sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég þessa fundargerð fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 28, liður 28 á dagskrá, það skipulags- og umhverfisnefnd. 24, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 24. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þar inni sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá bið ég að þeir sem að staðfesta fundargerðina í heild sinni rétt upp hönd. Hún staðfest samhljóða. Og 29. mál, það skipulags- og umhverfisnefnd 25, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 25. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað hér sem að fundarmenn vilja ræða í þessari fundargerð? Ef ekki, þá bara ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Hún staðfest samhljóða. 30. dagskrárliður markaðs- og menningarnefnd 10, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 10. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað þar inni sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá ber ég fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Það staðfest samhljóða. Fjölskyldunefnd 31. dagskrárliður fjölskyldunefnd 9. fundur, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 9. fundar fjölskyldunefndar. Eitthvað inn í þessari fundargerð sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. 32. liður heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd, lögð fram til umræðu og staðfestingar fundargerð 50. og 7. fundar heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefndar. Eitthvað þar inni sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá ber ég hana fundargerðina upp til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Það staðfest eða samþykkt samhljóða. 33. dagskrárliður, það Samband íslenskra sveitarfélaga 926. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 927. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þar sem fundarmenn vilja tjá sig? Ef svo ekki, þá förum við í lið 34, Samband íslenskra sveitarfélaga 927. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar fundargerð 927. fundar
stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þarna sem fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá göngum við til 35. dagskrárliðs. Það er bergrisinn, 57. fundur stjórnar, 15.05.23, lögð fram til umræðu kynningar fundargerð 56. fundar bergrissans. Eitthvað inn í þessari fundargerð sem að menn vilja ræða? Ef svo er ekki, þá höldum við áfram í 37. lið. Það er bergrissinn, 57. fundur stjórnar, 19.05.23, lögð fram til umræðu kynningar fundargerð 57. fundar bergrissans. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef ekki, þá höldum við áfram í næsta lið. Það er 37. dagskrárliður, Samband íslenskra sveitarfélaga, 928. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu og kynningar 928. fundur stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Eitthvað þar sem þið viljið ræða? Fundarmenn góðir? Ef ekki, þá förum við í 38. lið. Það er Betra Ísland og grænna. Lagt fram erindi Skógræktarfélags Íslands þar sem Skógræktarfélagið vill koma á framfæri upplýsingum rangfærslur sem nýlega voru sendar sveitarfélögunum skógrækt. Eitthvað inn í þessu erindi? Ef ekki, þá höldum við áfram og göngum til síðasta liðs í dagskránni. Það er liður 39, orlof húsmæðra, skýrsla og ársreikningur 2022, lögð fram til kynningar ársskýrsla og ársreikningur 2022, orlofsnefndar húsmæðra. Er eitthvað þar sem þið viljið ræða? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd, fleira ekki gert og fundi slitið. Takk fyrir.